Hunang með stinningarlyfjum og efni sem veldur kannabisáhrifum eru meðal varning sem hver sem getur keypt á íslenskum vefsíðum. Réttarefnafræðingur segir ómögulegt að segja hvar slík efni séu framleidd. Yfirvöld í Danmörku hafa hafið umfangsmikla rannsókn á alvarlegu lestarslysi á Sjálandi í morgun. Ekki vitað hvað olli slysinu og 5 eru í lífshættu. Landsmenn fögnuðu sumardeginum fyrsta í missumarlegu veðri í dag. Allur gangur á hvernig haldið upp á komu sumars. Sumir setja eitthvað gott á grillið meðan aðrir skjóta úr vatnsbyssu. Maður getur alveg að fara út að leika sérstaklega með vatnsbyssur. Og það er líka mjög skemmtilegt. Maður getur gert alls konar. 4 daga barnamenningarhátíð er hafin á Suðurlandi. Hún var sett í Árborg þar sem hvers kyns list var alls ráðandi. Gott kvöld og gleðilegt sumar. Litli frændi fíkniefnisins Spice og hunang sem inniheldur stinningalyf og heitir aukinni karlmennsku eru til sölu á opnum íslenskum vefsíðum. Allur gangur er á hvort innihaldsefnin séu gefin upp. Samkvæmt þessari vefsíðu og eins skeið af þessu hunangi að veita kraft og löngun og sjálfstraust. En hvaða innihaldsefni eru það sem valda þessum áhrifum? Við erum að sjá við efnagreiningu að það inniheldur vissulega hunang, maður sér það bara hvað þetta er seigt, en það eru líka 2 lyf, tadalafíl og sildenafíl, sem við greinum í því. Og hvaða lyf eru það? Þetta eru stinningalyf. Sildenafíl er virkaefnið í Viagra. Þannig að þetta hunang virkar eins og stinningalyf? Já, ef þetta er tekið inn þá myndi það hafa þannig virkni. En þessa er ekki getið í innihaldslýsingu hunangsins, en þar segir að það innihaldi vítamín og ýmsar jurtir. Nú er þetta markaðsett sem náttúruvara og þínar greiningar leiða að ljósa að þetta inniheldur lyfseðilsskyld lyf. Já. Í reglugerðum lyfsölu segir að lyf megi einungis selja eða afhenda í lyfjabúðum, lyfjaútibúum eða hjá öðrum þeim sem hafa heimil til sölu eða afhendingar lyfja, samkvæmt lyfjalögum. Hafið þið fengið eitthvað svipa til rannsóknar áður? Nei, þetta er í fyrsta skipti sem við sjáum þetta. Og úrvalið í íslenskum vefverslunum er fjölbreytt. Nú þarf maður til dæmis fá þetta efni, Nepal hass, sem er sagt vera kannabínóíði af nýrri kynslóð og á að veita geðvirk áhrif. Fíkniefni Spice kemur upp í hugan, en það hefur náð mikilli útbreiðslu síðustu ár. Það er tilbúið efni sem líkir eftir vímuáhrifum kannabisplöntunar. Þetta er svona litli frændi. Spice væri þessir algjörlega nýmynduðu kannabinoíðar, efnasmíðaðir frá grunni. Hérna ertu með byrjar á náttúrulegum kannabinoíðum og meðhöndlar þá efnafræðilega til þess að fá eitthvað nýtt. Veitir þetta vímu? Já, með þær upplýsingar sem ég sé að þá er þetta að öllum líkindum kannabinoíði sem heitir tetrahydrocannabinol acetat og er virkt. Þannig að sá sem að neytir þessar vöru ætti að finna fyrir áhrifum. Er þetta efni löglegt eða ólöglegt á Íslandi? Sko, ef þetta reynist vera það sem að okkar gagnasöfn benda á þetta sé, þá er þetta í reglugerðum ávana- og fíkniefni, þessi afleiða. Hvar er þetta búið til? Vitið þið það? Ég held að það sé bara mjög misjafnt. Þetta getur verið framleitt í bílskúr, þetta getur verið framleitt á fínni tilraunastofu, rannsóknarstofu. Það bara fer örugglega mjög mikið eftir aðstæðum og fyrir að framleiða þetta. En er óljóst hvað olli alvarlegu lestarslysi á Sjálandi í Danmörku í morgun. Rannsóknarnefnd samgönguslysa skoðar hvort tæknimál hafi verið í lagi og hvort mannleg mistök hafi orðið. 5 eru enn í lífshættu. 2 lestir sem komu úr gagnstæðum áttum á sama lestarspori skullu saman á Gripskóglínunni milli Hillerød og Kagerup á Norður Sjálandi klukkan 6:30 í morgun. 18 slösuðust en 38 voru borð. Jeg vågnede til en helikopter, der landede ude på en mark, hvor min lillesøster går til ridning. Tidlig i morges, jeg tror den var 7:30 eller sådan noget. Det var sgu lidt af et chok, synes jeg.
Öryggistjóri Local Tow sem rekur línuna sagði að á þeim kafla sem áreksturinn varð væri aðeins eitt spor sem væri ætlað fyrir lestir í báðar áttir. Hins vegar væru kerfi til staðar sem ættu að koma í veg fyrir slys. Jeg synes det lidt rystende at se sådan noget her. Jeg tror kun det var noget, der skete i film. Umfangsmikil rannsókn á tildrögum slysins hafin. Deildastjóri rannsóknarnefndar samgönguslisa sagði í samtali við danska ríkisútvarpið DR að of snemmt væri að segja til hvað gerðist en að verið væri að skoða hvort tæknileg eða mannleg mistök hefði orðið. Local Tow hefur heitið því að vinna með yfirvöldum við að komast til botns í því hvað fór úrskeiðis. Rodrigo Duterte, fyrrverandi forseti Filippseyja, var í dag ákærður fyrir glæpi gegn mannkyni. Dómarar alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag samþykktu einróma að ríkar forsendur væru til að telja að manndráp og tilraunir til manndráps hefðu verið framin í harkalegum aðgerðum í nafni stríðs gegn fíkniefnum í stjórnartíð Dutertes frá árinu 2016 til 2020. Talið að alltaf 30.000 liggi í valnum. Duterte var handtekinn í Manila, höfuðborg Filippseyja í fyrra og fluttur til Haag. Hann neitar sök. Ekki liggur fyrir hvenær réttarhöld hefjast né hvort hann verði viðstaddur. Græna gangan var endurvakin í dag, 13 árum eftir að hún fór síðast fram. Fyrrum þjálfari karlalandsliðsins í handbolta var aðalræðumaður og gagnrýndi meðal annars umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir að hafa engan áhuga á umhverfisvernd. Talið að á 3.000 hafi komið saman á Arnarhóli í dag og gengið í Hljómskálagarðinn þar sem fluttar voru ræður, ljóð og tónlistaratriði. Græna gangan var fyrst farin fyrir 20 árum og síðast árið 2013. Gangan var skipulögð af breiðum hópi náttúruverndarsinna og samtaka. Við viljum sjá að náttúrunni verði sýnd miklu meiri virðing og varúð heldur en núna þegar að eingöngu litið á náttúruna sem bara nýtingartækifæri fyrir allt mögulegt. Við viljum forgangsröðun í orkuöflun, við viljum umhverfisráðuneyti og við viljum auki lýðræði en ekki að það sé bara unnið alltaf til þess að koma framkvæmdir sem hraðast á stað, sama hvaða usla þær valda. Guðmundur Guðmundsson, fyrrum þjálfari handboltalandsliðsins, fór víðan völl í erindi sínu. Hann lýsti meðal annars áhyggjum af íslenska laxastofninum, stórtækum virkjanaáætlunum stjórnvalda og fyrirhuguðum vindorkugörðum erlendra aðila svo eitthvað sé nefnt. Mér finnst Ísland allt vera til sölu og það eru jarðirnar í landinu, það eru firðirnir, það eru fjöllin, það eru vindurinn, það er sandurinn og það eru erlendir aðilar sem eru að seilast í þetta. Náttúruvernd hefur lengi verið honum ofarlega í huga. Ég hugsa það við bara gerst þegar ég var ungur drengur. Ég ferðaðist landið og þegar ég var unglingur síðan þá ferðaðist ég hálendi Íslands, tók myndir og einhvern veginn hef ég náð að skynja þessa náttúru vel og ég bara held að við verðum að gera okkur grein fyrir því áður en það eru seint að hvers virði víðernin eru, hálendið okkar og svo framvegis. Hann segir það sorglega staðreynd að engin stjórnmálaflokkur á Alþingi sé með náttúruvernd á dagskrá. Við erum með umhverfisráðherra sem virðist engan áhuga hafa á umhverfisvernd. Hann er mikill áhugamaður virkjanir og hefur lagt mikla áherslu á það en það hefur ekkert farið fyrir þessu umhverfisráðuneyti. Það virðist alveg vera bara horfið og þessi staða umhverfisráðherra það er ekki verið að sinna þessu. Bandaríski ljósmyndarinn Carol Gucci á fréttaljósmynd ársins að mati samtakanna World Press Photo. Myndina tók hún í New York í ágúst og ber hún yfirskriftina aðskilin af æs. Á myndinni sjást ungar dætur Louis, manns frá Ekvador, ríghalda í föður sinn meðan alríkisfulltrúar handtaka hann. This photograph captures the harrowing moment of a family being separated. It was made in one of the only courthouses in the country where photographers have been granted access. Their courage to open up their lives to our cameras has allowed us to tell their stories. And certainly, this award belongs to them, not me. Hopefully their images will shine a light to lead the way. Thank you so much.
Sumardagurinn fyrsti í dag og honum var víða fagnað og hver hefur sinn háttinn á að gleðjast yfir sumarkomunni. Og komið sumar sem fagna mjög víða heim, en það eru öll svolítið glöð þegar sólin fer að láta sjá sig og daginn að lengja eins og hér. Þetta nefnilega ekki sér íslenskur siður að fagna því að sumarið sé komið. Opinber hátíðahöld á sumardaginn fyrsta hófust í byrjun 20. aldar fyrir tilstilli ungmennafélagana en deginum hefur verið fagnað aldaraðir. Og það voru gefnar sumargjafir alveg bara við heimildur það frá 17. öld, reyndar fyrst á svona ríkari bæjum og svo voru hátíðahöld bara á bæjunum, fólk borðaði góða mat, fékk sér kaffi og lummur til hátíðabrigða. Og eins og svo margt annað hefur það breyst hvernig fólk fagnar komu sumars. Fyrir nokkrum árum kom Dagrún að rannsókna á hvernig fólk heldur upp á sumardaginn fyrsta. Og fólk reynir nú ennþá að gera sér dagamun, borða eitthvað aðeins öðru sig og svona. Og mörg segjast fagna sumrinu með því að grilla, alveg sama hvort það slitta á rók sumardaginn fyrsta eða ekki. Hvernig fagnar þú sumarkomu? Með því að náttúrulega hugsa bara til sumarsins það að það verði ánægilegt og gott fyrir okkur alla Íslendinga. Og sérðu fram á svo verði? Já, ég vænti þess. Maður getur alveg að fara út á leiksvöld sérstaklega með vatnsbyssur. Og það er líka mjög skemmtilegt, maður getur gert alls konar. Ég bara vona að dagurinn verði góður og ég hitti eitthvað skemmtilegt fólk kannski sem ég þekki og aldrei að vita hvað er hér. Það er svona surprise. Hvernig fagnar þú komu sumars? Mér finnst bara fínt að fara út og nýta þetta veður sko. Labba eitthvað og kíkja niður í bæ. Já, samanlega. Gaman að fóra út að borða eða eitthvað að labba bara. Ætli maður grill ekki bara gott lambalæri í kvöld? Það er bara fullkomið, já. Og fara í bíltúr í grafningin. Það er líka mjög gott að sumarið sé komið. Á Akureyri bauð skátafélagið Klakkur til skrúðgöngu í tilefni dagsins. Fólk spókaði sig í lystigarðinum og börnin gátu hoppað og æslast í hoppukastala á Hömrum. Og héraði var dásemdara veður og hitinn fór í 15 stig. Á Egilsstöðum var biðröð út á götu í nýju ísbúðinni, margir komnir í sumarskap og sannkölluð rjóma ís blíða. Á Seyðisfirði drógu bæjarbúar fram málninguna og nýttu góða veðrið í að mála regnbogagötuna frægu. Já, þetta gert hverju ári. Þetta er góð volkbúið hérna Seyðisfirði að mála regnbogagötuna og kemur manni bara náttúrulega í sumarskapi. Valdimar Örnólfsson er látinn, 94 ára að aldri. Hann var einn af atkvæðamestu íþróttafrumum síðustu aldar og mikill skíðakappi. Ferill Valdimars var langur og farsæll. Hann var meðal annars Íslandsmeistari á skíðum árið 1952 og í frjálsum íþróttum árið 1953. Hann kenndi leikfimi í Ríkisútvarpinu áratugaskeið og var sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. Hann starfaði sem íþróttakennari árum saman, var íþróttastjóri Háskóla Íslands frá 1967 og þar til hann fór á eftirlaun og einn stofnenda skíðaskólans í Kerlingafjöllum. Barnamenningadagar eru nú haldnir í fyrsta skipti allt Suðurland en boðið verður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir börn og unglinga í öllum sveitarfélögum landshlutans. 4 daga hátíðardaga er að ræða sem hófst síðdegis í gær með setningu í Árborg og svo fylgdu hins sveitarfélögin á eftir. Í tilefni setningarinnar spilaði til dæmis blásarasveit tónlistarskóla Árnesinga í miðbænum á Selfossi og boðið var upp á dansatriði frá Dansakademíunni og ýmislegt fleira skemmtilegt gert. Það eru öll sveitarfélögin á Suðurlandi meira og minna með og þetta er í fyrsta sinn sem að þetta er gert að barnamenningu fagnar svona heilt yfir allt Suðurland, þannig að við erum bara ofboðslega ánægð með þetta. Og hvað ætlið þið að gera og bjóða upp á? Við ætlum að bjóða upp á mjög mikið af alls konar list. Það er dans, það er tónlist, það er myndlist, það er allar listgreinar undir og bara allt í boði, allt frítt, allt fyrir börn og bara alls konar. En krakkarnir, börn og unglingar, hvað segja þau? Hvað finnst þeim þessa hátíð? Finnst ykkur ekki sniðugt að hafa svona framtak? Jú. Hvers konar hátíð er þetta, vitið þið það? Nei, ekki alveg. Okkur líst mjög vel á þetta sko, við erum mjög spennt fyrir þessu.
Heldum þetta verður bara geggjað Já, gaman? þetta verður bara mjög spennandi og mörg skemmtileg atriðina sem verður sýnd í dag og já, vonandi verður bara æðislegt. Nauðsynlegt að halda á svona hátíð fyrir börn og unglinga? Já, auðvitað. Það bara mjög mikilvægt því að unglingar svo stór partur af bara heiminum og Íslandi. Trú, tilfinningar og dramatík eru viðfangsefni eins áhrifamesta tónverks tónlistarsögunar Requiem eftir Verdi. Og nú standa lokaæfingar yfir í Hörpu fyrir flutning á sunnudaginn. Og þar Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður okkar. Já, ég þar og hér líka 150 tónlistamenn. Nú þar af 66 hljóðfæraleikarar og söngvarar úr 2 kórum. Og þetta svona, já, maður gæti svona ímynda sér að þetta væri ein af stærri uppsetningum í íslensku tónlistarlífi, allavega í ár. En hér stjórnandinn, Axel Aron Cortés. Aron Axel Cortés. Aron Axel. Ég svara samt Axel. Gott, takk fyrir það. Takk fyrir umbyrðarlindið. En já, þetta lítur að vera svona með stærri uppfærslum í íslensku tónlistarlífi, það ekki? Þetta ansi stórt. Dálítið margir þenninni, sko. En þetta bara gaman. Þetta gaman, segir og lætur þetta fólk vel á stjórn? Já, ég verð ekki að segja já. Ég búinn að reyna að vera voðalega góð, en þetta æðislegt fólk. Ég þarf ekkert að gera nema bara sveifla prikinu aðeins, sko. Og svo úrverður æðisleg músík. Herri, hér standa nú engir nýgræðingar á sviði, Kristín og Hanna Dóra. Hvað Requiem? Requiem sálumessa, auðvitað. Og það voru mörg tónskáld sem sömdu sálumessur, eins og Mozart til dæmis og Gabriel Fauré og Verdi. Og þetta stórkostlegt verk, algjörlega stórkostlegt. Þetta innblásið af tilfinningu og þetta sko þeir sem að kunna meta Verdi, þeir kunna meta þetta. Það margir sagt að þetta sé eina bestu óperunum hans, þótt það sé ekki ópera. Eina bestu óperunum en Hanna Dóra verki fyrir alla. Algjörlega og sko hygglust vegna þess að þetta verk felur í sér alla tegund tónlistar í rauninni og bara ef maður elskar góða tónlist þá þetta algjörlega með allt. Tilfinningarnar og línurnar og bara, já, þannig að þetta algjörlega fyrir alla. Þeir sem elska tónlist, elska þetta verk. Já. Það vist ekki hægt að biðja meira. Nei. Nei, bara allir velkomnir, bara. Þetta verður rosalega gaman. Þannig að við ætlum að syngja fyrir ykkur aðeins meira. Maðurinn í Peterborough í Bretlandi byrjaði að hugsa stórt þegar hann hætti að vinna. Hann hefur nokkurt skeið haft það að áhugamáli að búa til risastórar útgáfur af hversdagslegum hlutum. Steve Wainwright dó ekki ráðalaust þegar hann fór á eftirlaun. I went out into my garage, which was my workshop, picked up a 3-pin plug and thought, I'm going to make this, but 10 times its size. Klóin raunar hönnuð sem skápur og það tók Wainwright 2 vikur að smíða hana. Síðan þá hefur hann verið óstöðandi. Málbandið einnig snoturt sófaborð. Það greinilega fleiri en þessi maður sem hafa gaman að því að gera stóra hluti. En þeir eru svona misnýtsamlegir. Ég veit til dæmis ekki alveg í hvað maður á að nota þennan stóra stól. I just basically tread water and swim wherever the current takes me. There's no definitive end result. I just enjoy what I'm doing. Það ekkert grín að gera svona risastóra hluti. Skiptilíkillinn vegur 7,5 kíló. If you want to call me things like that, or crazy or weird, whatever, I'll just carry on making these things and I'll be happy.
Og þá að veðri. Á morgun verður norðlægur vindur á landinu, gola eða kaldi en strekkingur með austurströndinni. Skýjað norðanvert landið fremur svalt og sums staðar smá skúrir. En bjartviðri að mestu sunnan til og hiti alltaf 13 stigum. En nánar veðrið að loknum í íþróttafréttum. HK varð í gærkvöldi Íslandsmeistari kvenna í blaki eftir háspennu viðreið gegn KA sem réðist í Oddahrinu. En við spilum alltaf miklu betur undir pressu. KR heldur góðri byrjun sinna á Íslandsmótinu í fótbolta áfram. Liðið er efst með fullt hússtiga eftir stórsigur gegn IBVF. Valur komst í gærkvöldi áfram í úrslit Íslandsmóts kvenna í handbolta og hefur ekki tapað leik í úrslitakeppninni. Því framlengja þurfti leik IBVF og Hauka í Eyjum. Þetta og fleira í íþróttum. Og áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hunang með stinningarlyfjum og efni sem veldur kannabisáhrifum eru meðal varning sem hver sem getur keypt á íslenskum vefsíðum. Réttarefnafræðingur segir ómögulegt að segja hvar slík efni séu framleidd. Yfirvöld í Danmörku hafa hafið umfangsmikla rannsókn á alvarlegu lestarslysi á Sjálandi í morgun. Ekki vitað hvað olli slysinu og 5 í lífshættu. Landsmenn fögnuðu sumardeginum fyrsta í missumarlegu veðri í dag. Allur gangur á hvernig haldið upp á komu sumars. Maður getur alveg að fara út á leiksvöld sérstaklega með vatnsbuxur. Og það er líka mjög skemmtilegt. Maður getur gert alls konar. Og þá er þessum fréttatíma lokið. Við kveðjum ykkur með myndum af Vestmannaeyjum sem Guðmundur Bergkvist myndaði og klippti á dögunum. Hafið það gott og verið sæl.